Já, góðan daginn og velkomin á Frelsi TV. Ég er hérna að nota nýju græjurnar, Open Broadcaster og eitthvað nýtt svona live system hjá YouTube. Og þegar kannski séð sem að fylgist með mér að það eru svona ákveðnar breytingar í gangi. Ég opnaði hoax.is, hoax.is og og ég held ég haldi áfram með þessa rásamt, Frelsi TV á YouTube. Einfaldlega það er ekki auðvelt að byggja upp rásir og vefsíðan verður sem sagt hoax.is. En ég sé til í framtíðinni hvernig það verður. Það er nú ákveðnar líkur á því að YouTube sé að loka meira og minna á alla sem eru eitthvað út fyrir mainstreamið og ég er nú nokkuð langt út fyrir mainstreamið held ég. Og þannig að það má búast við bara að vera allir lokað á mig einn daginn. Og þá mun ég vera með útsendingarnar á hoax.is á þeirri vefsíðu. Það verður sennilega ekki live, en það verður allavega off-live. Það verður svona ekki alveg live. En ég ætla að byrja hérna á því að fjalla já, ég sé hérna 3 eru mættir. Endilega látið mig vita ef að hljóðið er í lagi og myndin. Það er reyndar eitthvað delay hjá mér, veit ég. En látið mig vita ef að þetta er eitthvað að virka hérna hjá okkur. En ég ætla að byrja að ræða eins þetta þennan sviðsetta mannfórnar atburð á Londonbrúnni. Og þetta er sviðsettur atburður. Hugsanlega var framkvæmt þarna mannfórn, sem sagt fórnarlambið var drepið. Og þið sjáið að það var í Brussel líka á sama tíma eitthvað vesen sko. Að þetta er náttúrulega í tengslum við þetta Brexit dæmi. Og svona aukna spennu á hruni sem er að koma og menn þurfa að þið sjáu að Evrópubandalagið er að lýsa yfir loftslags neyðar ástandi. Það er til þess að koma í gang alls konar neyðarlögum og nánast herlögum yfir heimsbyggðina. Og þetta hér þessi atburður hér í London sem er reyndar við hliðina á, það er svolítið athyglivert í samhengi við aðra atburði á Íslandi til dæmis. Að þetta gerist við hliðina á fiskmarkaði og tekið skýrt fram að þetta sé eitthvað fiskmarkaður. Og það meikar ekki, það er svona inn í þema dagsins. Það virðist vera einhvern veginn að endur Sameinuðu þjóðirnar eða þessar alþjóða glóbalista stofnanir virðast hafa augun á auðlindum heimsins að ná tökum af því. En ef þið horfið á þetta vídeo, ég veit ekki alveg hvort ég ætla að pröfa að spila við, sjáum hvort að YouTube klikkast. En þið sjáið að atburðarásin er mjög einkennileg í alla staði. Og já, fyrir moderatorana, this is a fair use for educational purposes. That I'm showing this clip here to my audiences. Að sko, þið sjáið hvernig þetta gerist. Að þarna er einhver hnífagaur á ferðinni
og samkvæmt sögunni þá teipaði hann hnífana á hendurnar á sér. Það er náttúrulega algjör steypa, sko. Mín kenning með það er að hann hefur, hann er Patsy, og hann var tekinn væntanlega með valdi. Og hann hefur kastað frá sér hnífunum, sko. Þannig að þeir hafa neyðst til þess að teipa hnífana fastan við hendurnar á honum. Og það er eiginlega eina vitræna skýringin. Og síðan er hann með einhverjar fratsprengjur sig miðjan, sem er náttúrulega ennþá meiri heimska, því ef hann er í raun að fremja hryðjuverk þá er hann náttúrulega með live-sprengjur, sko. Og hugsanlega var hann fenginn eins og oft hefur nú verið gert sem einhver æfingu, að hann taldi sig vera þáttakanda í æfingum, sko. Og síðan sjáu þið þetta þessi hópur af mönnum hér er ekkert einhverju bara bystanders sem að koma hlaupandi. Þetta lið var, þið sjáu bara ef þið horfið á þessi myndbönd, þá sjáu þið að þetta er allt sem hann planað. Og síðan kemur lögreglan eftir að þeir taka þetta. Hérna er greinilega stjórnandi, sjáðu, þessi gaur er stjórnandi. Síðan kemur lögreglan og bara drýtar hann niður ef ég skil þetta rétt. Þetta er nú allt mjög óskýrt náttúrulega, eins og er alltaf í þessum vídeóum. Þið sjá, þetta er manager, þessi gaur hérna. Og bara ef þið horfið á, þetta er náttúrulega mínar kenningar, sko, að þetta er í raun mannfórn, sko. Það er sprengja, ekki hreyfa þig. Já, ég ætla ekki að hafa átíu á þessu. Og við vitum að það er, sko, annað sem er eftirtektarvert, að við höfum ekkert nema sögu stjórnvalda. Við höfum engin viðtöl við aðstandendur. Það er ekkert, hin hliðin er bara þurrkuð út, sko. Og þetta er alveg í þessu templati sem þeir nota í þessa fölsku fána og í þessar mannfórnir sem að þeir virðast telja sig þurfa að framkvæma fyrir einhverja næstu ívent eða. Og á sama tíma þá flugu 2 herþotur yfir London og fóru gegnum hljóðmúrin með leyfi og öllu og sögðust vera að eltast við einhverja óþekkta flugvél eða eitthvað UFO. Þannig að þetta er að öllum líkindum sviðsetning. Það er bara verið að plata ykkur. Og atburðurinn í Hollandi eða í Brussel var líka sviðsettur. Og þetta gerðist náttúrulega á þessum svo kallaða svarta föstudegi. Og frímúrarnir standast náttúrulega ekki svona svartan föstudag fyrirbæri. En þannig að ég trúi ekki orðaði sem þeir segja þarna. Og byrja ég að skoða ok, útsendinguna hjá mér. En ég var líka að horfa á þetta rugl hjá ég var að horfa á þetta hjá Al Jazeera
Investigations. Þetta eru svona skattaskjólsdóttir fyrirtæki ríkisstöðvana, sko. Og hérna koma fram sömu kumpánanir og oft áður, sko. Hérna koma þessir 501c plebbarallir og að skamma aðra fyrir að borga ekki skatt. Á meðan að þeir sjálfur eru með skattaskjól sjálfur. Og við vitum náttúrulega að ríkisútvarpið er skattaskjól fyrir alls konar fyrirtæki og áróðusmálaliða og alls konar slíka plebba. Og hérna og við sjáum í framhaldi af þessu þá er að lokast sparisjóðurinn treysta sér ekki lengur til þess að senda peninga erlendis. Það er bara Ísland komið á eitthvað svona gráan lista kallaði það, sem að er hugsanlega í tengslum við við heimsókn Pence til Íslands að það er verið eitthvað fíla þarna á milli, sko. Og Bandaríkjamenn gera þetta mikið, sko. Bara ef það er eitthvað fíla í gangi þá bara lokaður öllum viðskiptum á þjóðir, sko. Og það eru sömu leikendur í þessum þessum áróðusstríði núna og síðast. Það er þið sjáið að þið horfið á íslenska vídeói með Kveik, þá sjáið þið skot úr Reykjavík Media sem að voru náttúrulega síðast í þessu dæmi, sko. En hérna sjáið þið að Reykjavík Media er ennþá með opið fyrir fjármögnun. Ég fékk þetta nú reyndar ekki hjá Reykjavík Media. En eins og þeir eru alltaf með kenningar sjálfur, en þið ættu það að Kveikur notaði húsakynni þeirra. Þið sjáið skot úr Reykjavík Media húsinu, tel ég allavega. Það er bláa taflan muniði með samsæringatablan þeirra. En þetta er þekkt aðferð við hvernig Soros-fönd og leyniþjónusturnar og fleiri, hvernig þeir styðja áróðursmálaliða, að það er gert með til dæmis svona söfnun, sko. Já, það er búið reyndar núna, já, ok. 100.000 evrur eru, hvað er það mikið? 100.000 sinnum, hvað er ekki, 130 segir það eitthvað svoleiðis. 13 milljónir. Hérna þeir að hala inn 13 milljónir og ég veit sjálfur hvað er erfitt að hala inn peninga og svona. Ég var með munið heimildamynd og það kom eiginlega ekkert út úr því, sko. Og ég var bara að reyna að ná eitthvað 300 eða hvað var það, 700.000 eða eitthvað 100.000 kalla. Þeir eru búin að hala inn 13 milljónir. Og mikið af þessum framlögum eru greiðslur fyrir áróðursmálaliða. Og það er mikið þekkt í þessum sviðsettu fölsku fánum og öllu þessu. Þar er notað mikið GoFundMe. Það eru greiðslur fyrir störf í þessum málum, sko. Og stofna fyrirtækið. Já, ok. Að svona vinna áróðursmálaliðar.
og það sem að þeir eru að gefa sér oft á tíðum bara algjör steypa sko til dæmis núna í þessu Kveik-máli og Samherja, þá eru þeir alltaf bara með eina hlið á málinu Þeir eru alltaf að segja að Samherji svo vondur að vera að múta og kaupa veiðilindir og alltaf svo Samherji vondikallinn í þessari ævintýrasögu í þessari áróðursögu, en það er aldrei skoðað hin hliðin sem eru þeir sem sita leikreglunar og eru að krefjast peninga til þess að fyrirtæki geti bara stundað sína starfsemi. Það er ekkert kastljós á það, en það vitið að nafngiftin á kastljósi hjá Screw-U er ekki til þess að lýsa upp eitthvað fyrir þér, heldur er það til þess að lýsa í augun á þér þannig að þú blindist. Það er kastljósið sem þeir eru að beita. Og í raun er óbúslega auðvelt að vera samsæringur og sjá í gegnum þetta og tekur bara allt sem þið segja og snýrði við. Þá ertu nokkuð nærri raunveruleika. Og ég er svolítið spenntur að sjá mótleik Samherja. Ég sé að þeir eru að undirbúa málin okkur rétt. Þeir ætla að hjóla beint í Helga Seljan, sem að ég tel mjög rétt, og negla hann og þessi áróðurs málaliðar verður að taka föstum tökum og ég held að Samherji sem slíkur er ekkert að leita að það meikar ekki sens ef þú hugsar fyrirtæki svo Samherja að þeir séu að leita logandi ljósi í Afríkuríki eitthvað kostnað upp á $100.000 eða hvaða tölur sem hann í gangi. Það verður að reyna að telja þér trúum það að velrekið fyrirtæki eins og Samherji, sem er mjög velrekið fyrirtæki, og að þeir séu að leita uppi kostnað í stjórnkerfi landa eins og Íslandi eða í Namibíu. Þið hljótið að sjá að það stenst ekki raunveruleika test. Samherji var mjög sáttur við það að geta bara gengið að sínum störfum án þess að vera með auka kostnað við múturgreiðslur sem eru merki vandamál í stjórnkerfinu. Þeir eru komnir hérna með togar og útgerð og ætla að fara að byrja bara allt. Þetta er bara eins og maður ætla að byggja hús. Ég var nú verið í þeim bransa. Þú ætla bara að fara að byggja hús og þú komið með gröfunar og byggingakrann og allt upp og þá kemur einhver byggingafulltrúi og segir bara já, nei, ég skrifa ekkert undir þennan pappir nema það detti peningurinn póstlúguna hjá mér Og þetta hefur verið í gangi á Íslandi mjög lengi. Þetta er eina ástæðan fyrir að ég vildi ekki vera áfram í business á Íslandi, að það er allt svo rotið, það er allt svo spillt. Og til dæmis ef þú ætlaðir að fá verkefni á fyrirtækjans Orkuveitu Reykjavíkur, þá vissu allir að þú þurftir að láta umslag með peningum detta inn í ákveðna póstkassa. Og ég var vitnaði bara persónulega þegar að menn voru að borga reikninga fyrir alþingismenn í framboði sem sátu í réttu nefndunum. Og pólitíkusennir eru að gera það sem heitir projecting og þið sjáu það mikið núna í til dæmis Bandaríkjunum þar sem að demókratar skamma Trump fyrir allt sem þeir hafa verið að gera og þeir hafa verið að gera meira sér verra og sjáu þið psychological projection eða endurvarp. Það er svona ákveðin varnarmekanismi þar sem að þú ert að verja þitt eigið ego með því að kenna einhverjum öðrum allt sem að þú hefur verið að gera rangt eða vont. Og það er raun það sem að er að gerast á Íslandi til dæmis, að þar er valdstjórnin á kafi í skipulagðri glæpastarfsemi.
og þið sjáu það bara að þið fylgist með karakterum sem að vinna þarna. Þú veist, einhver kettling var þarna að vinna sem utanríkisráðherra og gerði fullt af dúbíus hlutum, og svo þegar hún hættir að þá fær hún bara 6 milljón króna djobb á mánuði skattfrjálst í Afganistan, sko. Að kenna kettlingu þar að taka upp einhver ómenningu, sko. Og þið sjáuð að þeir sem að koma í veg fyrir til dæmis leiðréttingu á heimilisskuldunum eða ráninu og öllu því, þeir fengu allir fín djobb í einhverjum stofnunum, sko. Þannig að hið íslenska ógeðskerfi, að þeir múta svona bara með störfum, sko. Að þú hér kemur spurning. Rússar ráðast inn í Noregi. Já, ég nenni ekki að svara svona bulli. Það er bara áróður. En ég meina, ég var líka ríkisstarfsmaður einu sinni í 10 ár og bara rugl, bara spillingi þar. Þið sjáu það að þeir eru að tala um skattaskjól, sem ég kalla reyndar skrattaskjól. Og þá eru þeir að tala um það að það sé eitthvað svona glæpur að velja ódýrari leiðir við skattheimtu. Og náttúrulega mín skoðun er svo að það að innheimta skatta með valdi eða ofbeldi er glæpur, sko. Þannig að glæpurinn liggur þeim megin. Að ef að þú sér því að bara, ok, ef að ég flyt fyrirtækið mitt þarna og peningarnir fara hérna, að þá spara ég mér 70% í skatta. Og það er allt saman bara samkvæmt gildandi lögum og eitthvað slíkt. Og síðan bara eftir á kemur valdstjórnin sem er öll á kafi í, sko, mansali, eiturlyfjasölu, allt sem að valdstjórnin segir, nú þarf að skipa sérstakan átakshóp í mansali eða lög kringu það, þá vitið að þeir eru í því sjálfur, sko. Það er svona sem þeir projekta þeirra eigin glæpi. Og það misti ég hans þráðinn, að þeir sko, til dæmis með tökum dæmi til dæmis, sérstakur saksóknari, sko, það eru bara lög í landinu og það er á að vera lögregla í landinu og ef ykkur fremur glæp þá er það bara að ferða í prósess. En sko, lögreglan á Íslandi er bara hluti af valdstjórninni og dómarakerfið og bankarnir og öll þessi stæðstu fyrirtæki. Þetta er allt sama mafían sem á þetta og rekur og stýrir. Og sko, ástæðan fyrir að það er svona sérstakan saksóknara, að það er að því það er verið að koma undan stóru glæpamönnunum, sko. Að þið sjáu til dæmis í hruninu að bankastjóri Íslandsbanka og dómari sem dæmdi áhrifamesta dóm Íslandssögunar í verðtryggingamálinu, að þeir eru reglubræður í frímúrarreglunni og það finnst öllum allt í lagi. Og þessi formaður, æðsti stjórnandi bankans, hann hefur aldrei verið sóttur til saka fyrir neitt. Aldrei þurft að tala við neina lögreglu eða sérstakann saksóknar eða neitt. Sama má segja formann fjármálaeftirlitsins sem að síðan fekk svona draumastarfi í einhverju norrænu fjárfasteignabanka eða eitthvað slíkt. Að hann hefur aldrei þurft að svara til saka fyrir eitt eða neitt. Allir sem voru á kafi í þessum glæp að gera Íslendinga eignalausa, flestir af þeim með útlensk ættarnafn, að þeir bara fóru allir inn í fína störf hjá öflunum sem að eru að ræna Íslandi af svo kölluðu Íslendingum. Ég veit nú ekki hvaða fábjánar það eru. Þeir allavega hatast alltaf út í mig þegar ég er að reyna að segja hvernig kortið liggur og yfirleitt er ég nú Takk fyrir skilabóðin. Ánægði með í Þarmageddon. Að sko, vandamálið og ógeðs ástandi byrjar allt hjá valdstjórninni.
og þeir eru alltaf að búa til einhverja grílur sem ekki neinum tengslum við neitt raunveruleika og síðan halda þeir bara áfram sínu ógeðs dæmi og takið eftir lemmis ef þið kíkið á hérna Víkingaflokkin sem eini ólöglegi stjórnmálaflokkurinn á Íslandi. Hann hefur ekki fengið skráningu hjá ríkisskattstjóra. Þið vita að ég sótti skráningu á flokknum hjá ríkisskattstjóra. Víkingaflokkurinn.is sjáðu. Hérna. Og hérna takið eftir því að það vill enginn hérna taka upp þessa stefnu hér til dæmis. Af því að sjáðu, þetta myndi taka veldi valdstjórnunar úr sambandi og valdið myndi fara beint í hendunar á Íslendingum eða almenningi. Ég geti lesið þetta en ég ætla ekki að lesa það núna. Það áttum bara að vera örstutt sko. Og sama gildir orkumáluna, allir fá bara sín megavött útlutað reglulega, einu svona árið eða 4 sinnum árið eða hvernig það þarf að vera. Og takið eftir það vill engin stjórnmálaflokkur gera þetta hér. Sem að hérna nú stjórnarskrá sem enginn vill ræða. Og hérna það og ég tók eftir þegar ég var í hagsmunasamtökum heimilana sem áttu nú að vera svona prima mótus í réttlætisbaráttu íslenskra heimila að þar voru flestir bara svona að leita að einhverjum litu á hérna hagsmunasamtökum heimilana sem bara einhver stökkpall inn í stöður í valdstjórninni og það gildir að sama núverandi lið í þessum samtökum til dæmis og fleirum í öllum þessum samtökum og öllu þessu apparöndum á Íslandi þá alltaf markmiðið eina að fá bara þægilega innivinnu. Og það í raun enginn sem vill breyta neinu nema náttúrulega Víkingaflokkurinn og Frelsi TV og einhver örfáar hræður í kringu það. En þið sjáu það allir að það enginn hérna sko það enginn sem vill til dæmis styrkja Frelsi TV. Ég skal bara sýna ykkur hérna innkomuna frá því að ég stofnaði Hóks til dæmis og setti þar hérna styrktarbeiðnis hérna setti svona beiðni styrk svo það er bara ekkert, bara 0 styrkir og hérna þannig að það vilja allir að menn alltaf að hvetja með þess að gera svona vídeo hins eginn vídeo og gerðu þetta svona, gera þetta hins eginn það vil enginn leggja því lið það vil enginn leggja því sem ég að gera lið enginn, það er bara 0 það er 1 kona reyndar sem hefur nokkuð trúföst í að leggja fram stuðning og svo það náttúrulega 1 og 1 sem hefur lagt fram einhverja peninga sko í einhverjum 1000 köllum ég ætla ekki að gera lítið úr þeim sem hafa styrt Guð hjálpi mér sko, takk ykkur fyrir það og það hefur verið mjög hvetjandi sko en sko ef að þú ert í einhverju baráttu þar sem þú vilt breyta hlutum og gera hluti sko þá eru bara allir heima og segja bara já ég vil ekki brjóta nögl sko og hins vegar hoppar þetta lið á hverja áróðursherferðin og eftir annari með valdstjórninni sko af því að það í raun staðan sem að í landinu að sko Ísland eða þetta náttúrulega bara í allur heimurinn þrælakista sko ef að þú borgar skatta gegn viljaðinum þá ertu þræll og þið takið eftir að þeir sem að fara upp hann af valdstjórnarstigan þeir sem að eru sem sagt að láta múta sér innan gæsalappa að þeirra draumur alltaf að komast upp í utanríkisráðuneytið og þið sjáuð að þeir sem hafa þjónað vel í elitimafíunni þeir fá allir svona einhverja sendiherrastöður og þið vitið það að þeir sem í utanríkisþjónustunni þeir borga enga skatta og takið eftir að Kveikur eða Stundin þannig að órannsleita Stundin
Órans er náttúrulega litur frímúrarasamtakana, það vita það allir, að þeir eru aldrei að tala um þetta. Þeir tala bara um það sem þeir vilja að þú fyllir hugaðina, sem er algjör vitleysa og einhver reiði og ég meina það, sýndu mér Íslending sem myndi ekki, ég meina ef þú mútar einhverju stjórnmálamanni og fengir 100 milljarða, finndu mér Íslending sem myndi ekki gera það. Sko, líðurinn er fullkomlega spilltur. Eina sem þau eru, eina sem að líðurinn er ósáttur við, er að þeir skuli ekki verið í þessari aðstöðu að geta rakað inn milljarða á kostnað allar annara. Það er eina sem fílan snýst öfund og afbrigði. Það snýst ekkert það sem er rétt eða rangt. Það er engin áhuga á því, sko. Menn hafa bara áhuga á því að komast úr akurþrælastöðunni og inn í húsþræla hlíðuna, sko. Það er það sem allt snýst Og þess vegna sjáum við í sko valdastrúktunum hjá valdstjórninni, þrælahöldurunum, skipulögðu glæpasamtökunum, að þar eru tryggir þjónar, eins og þessir stjórnmálamenn í Namibíu sem að reyndust tryggir þjónar fyrir Samherja, að þeir fá ykkur umbun, sko. Og sama er í valdstjórninni, sko. Að þeir sem að sjá til þess að almenningur njóti engra réttinda, njóti engis réttlætis. Sko, ég hef nú verið í dómskerfinu á Íslandi og það er tvöfalt kerfi, sko. Það er ekkert réttlætis kerfi, sko. Ég hef til dæmis verið nokkru sinnum, ekki bara einu sinni, heldur svona 3-4 sinnum hef ég verið í dómsal þar sem að lögmaðurinn mætti ekki. Og ég krafðist útivistadóms. Og dómarinn sagði bara nei. Þú farið engan útivistadóm. Hins vegar hef ég haft útivist sjálfur, þar sem ég einhverju hluta vegna forfallaðist, og það er bara stimplað inn að 3 sekúndna útivistadómur. Og ég hef pröfað að tala við dómar og sagt, ég var nú veikur eða það var eitthvað sem kom upp á, þannig ég gat ekki mætt og það bara nei, þetta er bara endalegu dómur, það er bara ekki hægt. En ég hef lent í því sjálfur, sko, ég fekk einu sinni, ég fór ekki dónið við dómarinn, ég sagði bara, ég geri kröfu útivistadóm. Hann var að reyna að hringi í lögmanninn og bara, já, nei, ég get hann nú ekki og skilju, aldrei hafa það reynt að hringi mig að gert neitt svoleiðis. Þannig að það er tvöfalt dómskerfi sem er til þess að fara illa með þig, almenning, og verja elituna, sko. Og þetta get ég bara vitnað að reynslu, sko. Og síðan knúði ég einn dómara til þess að gera útivistadóm og hann dæmdi útivistadóm. Svo ringir hann bara aftur eftir 2-3 daga og segir, ég var nú að tala við lögmanninn, sko, og hann var með einhverjar afsakanir og ég er nú búin að sættast á þær, sko, þannig að þú ætti að mæta aftur, sko, það er önnur fyrirtæki í málinu. Og ég bara, og hver var afsökunin? Já, ég get nú ekkert sagt þér það, sko. Þá ég ekki bara gröfa því að vita hvaða afsakanir gilda og hvað, nei, það er ekkert svolítið. Þannig að lögfræðingarnir í valdstjórninni, þeir standa allir saman að þú hafir engan rétt nema til þess að vera fátækur. Það er eini rétturinn sem þeir veita þér. En þar hef ég alltaf sagt að sá sem krefst réttinda, hann hefur tapað sjálfum sér. Og svo fara alltaf fáveitarnir og þrammanir og Austurvöll. Nú ég fann að vera neikvæður og endurtaka mig. En allavega, ég vildi sérstaklega koma því að fram þarna, eða horfið á vídeo eða brúnni á London og þá sjáum við að þetta er sviðsett. Þið hljótið að skilja það að það er engin hryðjuverkamaður frá Pakistan sem teipar hnífana á hendunar á sér og situr fake bombu mittið á sér og er síðan skotinn til bana af lögreglunni fyrir utan fiskmarkaðinn. Að þetta eru bara, þetta er annarkvort lygasögur, allt er lygi, engin dó, eða þetta var mannfórn, það var fólki fórnað af frímórískum sið. Sennilega er þetta frímóra, þannig ekki alveg þetta fullir að þá. Þetta eru þessi glóbalista fávitar sem að eru. Það sýnir ykkur kannski eitt hérna.
En já, endilega þið megið læka rásina mína. Ég er með eitthvað 600 subs núna. En ef ég fer yfir 1000 þá ætla þær að skoða með auglýsingar. Yeah, right. Allavega það væri gott að fara yfir 1000, þannig að þið megið læka ef þið þorið. Þannig að allir sem þorað einu sinni sko. En það sem ég hef verið að minnast ástundum er þessi sko ógeð mafíunar er miklu verra heldur en þið vitið sko. Þetta er það sem þið kalla adrenochrome og Epstein-málið og þau þessi pídofílía er miklu dýpra heldur en fólk átt að sjá. Að það er verið að stunda þetta hérna. Það er verið að hræða börn alveg hræða líftórun úr börnum og síðan er dreinað á þeim blóðið. Að adrenalínið í blóðinu er í samkvæmt þessum trúarbrögðum einhvers konar kraftur eða ég veit ekki hvað. Þetta lyf er gjörsamlega sturlað. Og það er þetta er eins og argumentið gyðingahatur sem verður nú kallað mig gyðingahatara er sama á að segja sko morðingjahatur og hatar morðingja. Já, veist, það er ekki neinu samhengi sko. Þú kallar einhvern gyðingahatara og útskýrir það ekki nánar og ég bara gagnrýna stefnu stjórnvalda í einhverju ríki og þá er maður gyðingahatari. Þetta meikar ekkert sens. Hins vegar talandi gyðinga þá ef þú ferð bara aðeins í söguna semst í raunveruleikann þá hljóta þeir að þurfa að fara að spurja sig betur akkur er verið að sparka okkur út úr öllum ríkjum heimsins akkur vill enginn búa með okkur. Það er bara eins og ofbeldismadur eða ofbeldiskona sem enginn vill búa með. Það er voða hæpið að það séu allir ómögulegir sko. Það er nú frekar svona fólk þarf aðeins að fara að líta á sjálft sig sko. Það er eitthvað sem ég er að gera sem það bara virkar ekki. Og það er það sem að þessi trúarbrögð, þetta er sennilega ekki hreinn gyðingdómar, þegar gyðingar sjálfur er að kritisera þetta. Þetta virðist vera hrein djöfladýrkun og en eru svolítið að fela sig undir faldi gyðinga. Og þetta er meira einhvers konar pólitísk eins og segi það er svo erfitt að festa hugsanlega er þetta bara mannvonskan og sem að kemur fram í alls konar myndum. Hérna sjáum við til dæmis bara Fabian Society merkið þeirra er bara úlfur í sauðagerði og hérna sjáum við svona kirkjumynd þeirra þar sem þeir eru að molda heiminn þeir eru líta á sig sem einhverja yfirlorda heimsins og eru að lemja hann allan til að það er þessi sértrúa söfnur sem ég hef kallað sem eru globalistarnir, þetta er eiginlega svona sambland af satanisma globalisma og kommunisma og getið lesið það í bókinni til dæmis The Protocols er hún reyndar ekki rétt nefnd er ég með bókina þetta er sem sagt The Protocol já, er nafnið á henni The Protocols of the Learned Elders of Zion
og ef maður lesi gegnum þessa bók þá er alveg ótrúlegt hvað þetta virðist vera uppskriftin sem er í gangi. Gold, might is right, we are the death post, destructive education, poverty our weapon, we support communism. Þú veist, það er bara lesið hérna. Náttúrulega ef að ég geti gert þessa starfsemi hérna hjá mér að lifibrauði þá var ég búin að þýða þessa bók og lesa hana fyrir hlustendur í smáatriðum. En hérna, þetta var Skypeið að skrá mig. En hérna, það eru til bækur og áætlanir hvað er í gangi, sko. Og hérna, og akur þrælarnir hlaupa bara alltaf í hringi og syngja Kombatja og skilja ekkert hvað er í gangi eða aðstöðu sína eða neitt. En allavega þetta er nóg í dag. Þakka ykkur fyrir að koma að horfa, það er búin að vera smá horfi í trafík núna. Og hérna, sjáum svo hvort að YouTube logar á mig eða hvað, þá mun ég reyna að hoppa í björgunarbátinn hoax.is og vera með vídeóin bara beint upp þar. Og hérna, ég tek náttúrulega við styrkjum og framlögum til þess að reyna að helga meira tíma í þetta starf mitt hérna. Ég sótti núna starf útvarpsstjóra. Ég er alltaf nokkuð öruggur að fá það jobb. Og hérna, þið megið náttúrulega styðja mig í því. Ég veit ekki hvort ég var að setja upp eitthvað á Facebook sem að menn geta áskoranir eða eitthvað, ég veit það ekki. En hérna, þessi spírall endar á því að engin Íslendingur á neitt. Og allir, það er markmið, það er bara stendur í áætlunum. Og hérna, já, þetta átti að vera stutt hjá mig, ég ætla ekki að fara djúpt í neitt. En munið að styðja mig ef þið getið. Ég veit náttúrulega ekki fá stuðning frá þeim sem ég hafi gefnað því, sko. Og endilega deiliði vídeónum frá mér og efninu og hérna hóksinu og allt það. Og hérna, já, og subscribe náttúrulega. Og ef áhuga er á því að mín rödd heyrist, annars náttúrulega bara sekk ég í það að verða í alls konar annari vinnu, sem er svo sem alltaf leið. Ég meina, ég hef alveg ljómandi gott líf fyrir utan þetta brölt hérna. Og þið takið líka eftir því að það er engir svona áróðursþættir sem að vilja heyra í mér eins og sko. Þess að sjá að Screw You hringir aldrei í mig, spyr mig aldrei skoðun á neinu. Hann Egill áróðursmeistari í Silfrinu hefur aldrei hringt í mig eða haft áhuga á skoðunum mínu með neinu. Og þið gleypið allt sem að þessir blábjánar er að segja ykkur, sem er 99,999% áróður. Herðu, takk fyrir komuna og verið sæl.